lítrið sem hann er. Það smástund, ég skal segja að það komið. Ég loka þá. Hann ekki opinn fundurinn? Jú. Verða samt að fólk vera villast hingað inn sko, sem ætlar á hinn fundinn. En ég meina, þú veist, þetta opinn fundur. Það getur fengið dyravörð. Þá bara villast þau og skemmtilega þetta. Já. Þeim heimilt að villast hingað. Hvað var eftir netfond íbúður? Ég manna ekki, kannski bara á Anna Ríkjörn. Er íbúður ekki með netfond sem slíkt? Jú, hvað er það? Manstu það? Íbúður Það á vefsíðu borgarna. Ég hluti sér það. Jú, það setja það á YouTube síðan með hendur lærið með 15 stund. Erum við komin í loftið eða? Erum við komin í loftið? Alltaf á YouTube. Erum við komin í loftið? Ok. Afsakið hvað þessi fundur byrjar seint, en þá 52. íbúðarfundur miðborgar Hlíðar settur 16:35. Afsakið þetta. Þetta svona nokkuð stuttur fundur hjá okkur í dag. Það helgast nú eiginlega af því að það hérna í næsta herbergi fundur að byrja klukkan 5 sem að varðar okkur sem kynning á deiliskipulagi Veðurstofu ritsins sem að ég legg til að við förum á þegar við erum búin hér. En við þetta bara tökum okkur þann tíma sem við þurfum í okkar mál og mætum síðan fashionably late, svo maður segja, á hinn fundinn. En já, ég ætla kannski að byrja á að leggja til að við flytjum 5. fundarlið fremst á dagskrána. Það einfaldlega vegna þess að við erum með gesti hérna á fundinum sem ætlar aðeins að segja okkur frá þessu og mér þykir kannski ókurteis að láta hann sitja hérna undir öðru röfli í okkur. Þannig að nema þessi einhverja mótbárur mótbárur, svona starfsmenni fundar. Það er ekki mótbárur, en bara það þarf að leggja fyrst á tilnefningu nýs fulltrúa foreldrafélaga. Það bara að segja upp á, það sé lagt hér með fram og þá það... Byrjum á þá lið 1 samkvæmt dagskrá. Það leggja fram þetta bréf þarna Þórey okkar sem nú búin að vera með okkur hérna í 2 ár, orðinn varamaður og Atli Þorsteinsson kemur inn sem aðalmaður. Ég vissi ekki betur en hann ætlaði að koma, en hann ekki hér sem stendur. Nei, ekki verið að setja strúti. Nei, það búið að opna húsið. Húsið. Það mætt bara niður ráðhús. Nei, kannski þetta fundarbóðið ég sá fundarbóðið samt ráðhús, sko. Já, ég veit það. Nei, já, það eru 2 fundarbóð í dag. Fundarbóð. Já, ok. Já. En það örugglega ekki druglandi. Ég gat bara því miður ekki afbúa fundinn sem sú sem boðaði upphaflega, hún bara farin í frí. Þannig að þess vegna þessi ruglingur. En ok, þá fyrsta mál samkvæmt dagskrá afgreitt og ég legg þá til að 5. liður verði annar liður nema einhverja mótbárur berist. Starfsmenn fundarins, ég horfa á ykkur. Nei, við mótbárur. Ekki bara að gera svo vel að rekja þetta aðeins svona fyrir okkur. Takk hérlega fyrir að bjóða mér. Ég heiti Bjarni Rúnar Ingvarsson, ég deildarstjóri samgangna hjá Reykjavíkurborg og það sem sagt mín deild sem lagði fram helminginn í raun og veru af þessari tillögu sem hérna uppi. Þetta akkurat tillagan sem við lögðum fram og hún fjallar að verði þá óheimilt að leggja í sem sagt þeim einstöfnugötum, eða vinstra megin í þeim einstöfnugötum sem eru í Norðurmýri, svipað eins og var gert í Auðastræti fyrir nokkrum árum síðan. Forsagan náttúrulega frekar löng, ég ætla kannski ekki að fara alveg í sem sagt öftustu línuna, heldur en kannski frekar að fjalla það sem nýlegra, að við fáum reglulega þetta ábendingar frá bæði viðbragðsaðilum og sorphirðinu lélegt aðgengi og áhyggjur að ef eitthvað kemur upp á aðgengi þeirra að þessum svæðum. Og síðan þetta þegar ökutækjum lagt upp á gangstétt sitt hvoru megin, að þá aðgengi allra ekki tryggt og við höfum líka fengið ábendingar það frá öðrum aðilum. Þannig að við ákváðum að skoða hvað væri hægt að gera
Það kom upp tillögur hvort það væri hægt að útbúa stæði vinstramenn við akstursstefnu, mögulega reyna að breyta götunum einhvern veginn í vistgötur eða með einhverjum móti reyna að komast í móts við þessar áhyggjur sem voru uppi. Vandamálið að ef þessu hefði verið breytt í vistgötur þá í raun og veru óheimilt að leggja í götunum, þannig að það væri þá í raun og veru gegn því markmið sem vistgötur eiga að bjóða upp á, að það eiga ekki að vera í raun og veru bílastæði í vistgötum. Þannig að við prófum að kafa hans dýpra og fórum að meta hversu mörgum bílastæðum við gætum komið fyrir á svæðinu og við komumst þar í niðurstöðu að það væri svona í kringum 370 til 400 bílastæði sem væri hægt að koma fyrir á borgarlandi í svæðinu í kringum Norðurmýri. Til viðbótar eru 110 bílastæði innan lóðar í Norðurmýri og í bílskúrum innan Norðurmýri og síðan 51 bílastæði sem innan lóðar líka til umfram það. Þannig að við erum að tala að heildarfjöldi bílastæða þarna að rokka einhvers staðar í kringum 550 bílastæði. Á sama tíma eru 544 íbúðir í Norðurmýri og þannig að við sáum með að bera þetta saman að í raun og veru með því að banna lagningu ökutækja vinstramenn við akstursstefnur í innstefnugötum og finna bílastæðum plássstað sem er rými fyrir ökutæki, að þá værum við að uppfylla kröfur sem koma fram í reglum fjöldabíla og hjólastæði í Reykjavík. Það mismunandi hversu mörg bílastæði eiga að vera fyrir hversu mörg herbergir eru í hverri íbúð, en hámarkið á svæði 1 sem þetta svæði tilheyrir sem sagt 1 bílastæði á íbúð og það fyrir íbúður með 4 herbergjum eða fleiri. Þannig að þetta við sáum að allavega þetta yfir sem sagt viðmiðinu en undir hámarkinu þessi bílastæði sem Þannig að við ákváðum að leggja það til að banna lagningu ökutækja vinstramenn við akstursstefnu sem reyndar óheimilt samkvæmt umferðarlögum, þannig í raun og veru erum við ekki verið að breyta neinu lagalega sér eða út frá lögunum, heldur verið að skerpa á einhverju sem ólöglegt nú þegar. Það auðvitað ólöglegt líka að leggja upp á gangstétt. Þannig að það var svona niðurstaðan hjá okkur að fara í þá átt. Þegar við bárum þetta fyrir umhverfis- og skipulagsráð, þá var niðurstaðan þar að bera þetta undir slökkviliðið, fá þeirra umsögn, bera þetta undir sorpuna, fá þeirra umsögn og bera þetta einmitt undir íbúaráðið og fá þeirra umsögn. Og til þess að ýta þessu aðeins áfram út því að textinn í raun og veru var ekkert rosalega skýr kannski með forsöguna að gera, að þá óska ég eftir að fá að kynna þetta aðeins betur á ykkar fundi. Takk fyrir það. Takk hérlega. Ég sé að Sandra með höndar oft mætti ekki byrja þig að sitja undir þessum lið bara og koma inn í umræðarnar svona eftir þörfum. Sandra? Já, bara takk fyrir þetta. Afsakið röddina, ég búin að lasa henni mér bara þetta bóta því ég reyndar að Sigfús röddum á hana því það var nú svona fram og tilbaka í þessu tillögu að það átti náttúrulega ekki að leggja þetta fyrir okkur áður en þetta yrði samþykkt en það var svo gert. Þannig að ég bara fagna því. Ég svona spyr mig hvort að það sé nóg samráð að tala bara við okkur 5 sem sitjum inni eða hvort að verið farið í einhverja meiri sleita eftir einhverjum umsóknum frá fleiri íbúum. Já, þú veist, þetta við náttúrulega ekki allir íbúar og þú veist, já. Vil ég taki eina spurningu einu eða vil ég að ég safni þeim saman? Bara þú mátt eiginlega ráða, sko. Það kannski bara fínt að bregða strax við þetta því að ég mjög gleyminn að eðlisfræði. Það sé ekki það. Ég var eftir að dástaði rétt áðan að þú þuldir upp tölur bílastæði og íbúðafjölda í hverfinu, sko, þannig sem það fyrir fram að þig, sko. Já. Ég trúi þér ekki hvað þetta var þar, sko. Ég reyndi að koma þetta, já. En allavega, tillagan sem við sendum fyrir umhverfis- og skipulagsráð var send frá umhverfis- og skipulagsráði þetta til ykkar til umsagnar. Það var svo sem ekkert afgreitt neitt frekar að það ætti að fara í eitthvað frekara samráði eða þess áttar. En umsögn íbúðaráðsins getur þetta verið á þá vegu að það sé kallað eftir því að það sé gert. Þegar það kemur að umferðarlögum og breytingum á götum og vegum í borginni almennt, saman hvort það sé stöðubann í bílastæði, fjarlæga bílastæði, annað slíkt, að þá í raun og veru ekkert í hvorki skipulagslögum né í
umferðarlögum sem að kveða á það að það skuli hafa íbúa eða samráð við íbúa. Það eitthvað sem við gerum almennt bara ef ástæða talin til. Ef íbúaráðið telur ástæðu til þess að hafa frekara samráð við íbúa, þá bara hvet ég íbúaráðið til þess að setja það í sínu umsögn. Sigfús, ég sá þig, ég ætla að spyrja samt að einu kannski fyrst, sko, dagskrárliðurinn hjá okkur heitir bréf umhverfis- og skipulagssviðs um stækkun gjaldsvæða bílastæðasjóðs, en það er ekki í tillögunum stækkun gjaldsvæða. Er þetta bara Nei, sko, eins og ég, allan að þess vegna það sagði þetta væri tvöfaldur lið, ég held að þetta væri þá þetta hafi verið tekið saman með einhverjum öðrum liði eða eitthvað svoleiðis, en liðurinn sem að ég var með fjallar einungis breytingu á banni við lagningu ökutækja. Það var bara misskilningur þetta bæði stæði, þannig að í dagskrá á ykkar fundum sem svæði var hluti sem átti við auglýsingu. Þannig að eins og það er í bréfinu, það er það sem er rétt. Þannig að, já. Við erum í raun og ræða rangan lið, raun og veru. Nei, hann er að fara yfir réttan lið, þið voru bara með rangt heiti á liðnum inn í ykkar fundum sem það. Þetta er búið að fylgja málum svolítið tíma, já, ok, nei. Sigfús, getur þér þá svolítið þetta með á mann? Hérna, ertu með, getur þú sett gögnin, settu upp sem ég sendi þér. Hérna, sæl, takk fyrir að koma. Ég heiti Sigfús Ómar Höskuldsson og ég er formaður íbúasamtakanna og sitjandi umboði þeirra. Ég er líka íbúi þessu hverfi, þannig að það varðar mig beint. Ég er búinn að ræða við formanninn og það er kannski vert að ræða upp hvort ég sitja hérna sem vanaður fulltrúi, en ég held að það fysir svolítið út á móts við því að ég íbúar að til þess að takast á svona mál. Ég er margt að segja og ég get tekið þetta með söndru að mér þykir málsmeðferðin vera mjög ónóg. Og ég byrja bara spurningunni sem ég bara verður til að hvað telur þér nægt samráð þegar þú breytir umferðarmálum í hverfi með fólks? Hvað telur þú sem deildarstjóri vera nægt samráð? Mér finnst það bara frábær spurning og þetta er kannski frekar spurning sem við höfum að svara sem samfélag frekar heldur en ég eitt sem einstaklingur. Það sem við fatta ekki þínu nafni þess vegna að spyrja þig. Já, það sem við gerum með þetta er að við fylgjum lögum. Það eru til skipulagslög og það eru til lögum vegalög og það eru til umferðarlög og við reynum að fylgja þeim auðvitað og fylgja þeim ferlum sem eru settir þar. Ferlið varðandi breytingar á stöðubönnum og þess háttar er þannig að það er farið með þær tillögur fyrir umhverfis- og skipulagsráð og það ákveður síðan framhald málsins hvort að það verði þá afgreitt þaðan eða hvort það eigi að vísa í eitthvað annað í umsagnarferli eða frekara samráði eða þess háttar. Í sumum málum auðvitað þar sem að þarf að breyta deiliskipulagi, sérstaklega auðvitað þar sem að þarf að breyta deiliskipulagi, þar er farið í grenndarkynningu og þar er farið í alls konar samráð sem er lögbundið samkvæmt skipulagslögum. Ég vil bara spyrja aftur, þú ert hérna sem embættismaður borgarinnar, hvað telur þú nægt samráð við íbúa í samsvarandi umferðarmálum, breytingar og umferðarmannvirkjum í borg? Ég veit ekki alveg hvaða svari þú ert að leita eftir. Bara þín persónulega skoðun meðal annars sem embættismaður er, ekki sem Bjarni heldur bara sem embættismaður. Bara sem leikmaður þá? Nei, í þinni stöðu sem þú gegnir. Já, í minni stöðu þá erum við með þessar leikreglur sem að kallast lögareglur. Þannig að þú fer bara til lögum þú standa og þar við sittur. Það er raunveru þín Ég held að svarið sé komið fram. Ok, gott mál. Hérna, þú fórst yfir fullt af tölum og eina af þeim þú talar eina íbúð, einn bíl per íbúð. Og það sem ég hnýt tillöguna sem kemur þú upp alveg frá þér eða hvort þú kemur frá þér persónulega eða þinni deild sem þú leiðir er að það virðist ekki vera að gera neinn úttekt á umferðarhraða og þú telur upp meðal annars ein íbúð, einn bíl. Hefur verið gerð úttekt hvað sem margar íbúðir í þessu hverfi eru leigðar út per herbergi. Nei, ok, takk fyrir það. Það var það sem grunaði. Af því að forsendurnar eru svolítið hækkar í þessu að mínu mati og nú tala ég bæði sem íbúi og fyrir þeim samtökum sem ég leiði. Kannski að fá í fundargerða allir mættir. Velkomin. Takk. Það er bara að setja hvað sem er. Já, gjörðu. Við erum allir sko. Ég skilur.
hver fækkun bílastæðanna í heild sinni? Engin, út af því að það ólöglegt að leggja vinstra megin við akstursstefnu í dag. Ok, ég ætla að spyrja aftur, hver fækkun bílastæðanna út frá þessari tillögunni? Aftur. Verður kurteis. Já, ég bara kurteis af því að þetta bara kemur svolítið við og ég sendi gögn fyrir fundin sem ég óskast eftir þessi settur svo við getum aðeins rætt og talað í raunheimum. Ekki, ég bara velti fyrir mér, eru við hérna sem leikmenn fyrir kerfið eða kerfið fyrir okkur sem þú tilheyrir og mér er svolítið brugðið að fá svona svar, engin, því í raunheimum er það allt annað. Og með þess að þú segir hér, sem deildarstjóri í því embætti sem þú ert, þá að þú greiður ekki labba á það sjálfur á hverfið. Ég álít það með að þú segir mér þessu tölur. Já, mér finnst það mjög leiðilegt út af því að sko, ég get ekki sagt að sé verið að fækka bílastæðum ef það er lagt ólöglega fyrir og það sé talið bílastæði. Það er bara, sem deildarstjóri samkvæmt, get ég gleymt það. Ok, þarna er ég ósammála. Hérna, eins og segi, ég hef lagt fyrir fundin bréf fyrir þeirra handlar samtaki sem ég leiði og ég bara gerir verulegar athugasemdir við það ferli sem er vinnundum á. Þetta mun varða gríðarlega fjölda þessu hverfi. Og mér þykir ekki gott að sjá að þetta er bara afgreiða, við förum svona til lögunum, samráðið sam og ekkert. Það er sam og ekkert, það verður bara segjast. Og ég velti bara fyrir mér og beinir því kannski þetta til formann íbúðarráðsins til hvers við erum hérna. Ef við eigum ekki að hafa neitt punkti til þess að ræða málið. Og ég óska bara eftir því að það verði gerð frekar útlegg. Til dæmis varánaráðstafanir, hún getur bara nefnt hérna götu sem er breiðar en aðrar götur. Hún veit ekki hvað þekkir mikið til. Guðrúnargata er breiðar en Kjartansgata. Hún er breiðar en Hrefnugata. Og ef þú ætlar að taka alla það umferð, nú erum við upp á hérna fyrir aftan þig. Eða stytta aðeins málið þitt sko. Já, en þetta er bara mál sem þarf að ræða. Já. Og við tökum okkur tímið. Ég óska eftir því, kæri formaður. Já, bara. Ef við horfum á myndina sem er lögð fyrir fundin og þá sjáum við öll umferðin, kvölds og morgnar, þeir sem komur Öðvarstræti, sannarlega Einstöfnugata, hún fer út eina götu, út úr hverfinu. Öll gata sem kemur úr hluta Gunnarsbrautar til suðurs kemur í gegnum eina götu út af Öðvarstræti. Öll gata hluta Gunnarsbrautar til norðurs kemur út eina götu og öll Bollagata. Nú ætlar að breyta þessu götu þannig að það verði ekki hægt að leggja norðan megin. Þá ertu búin að búa til bara einfalda hraðbraut. Því spyr ég, hefur verið gerð einhver úttekt á núverandi umferðarhraða og umferðaröryggi ekki gangandi, heldur á bílum og alveg þessum með tillit til barna í þessari götu áður en þessi breytingi gerð? Það hefur ekki borist neinar ábendingar hraðakstur þarna, þannig að nei, við höfum ekki gert neinar. Ok, þá ætla ég að segja þetta sem ég gerði 2012. Þá var hér annar lögreglustjóri. Og ég þá sem íbúi og sitjandi ekki í ráðinu fór fram á það vegna þess að bæði út af mikilli brotum einstöfnina í götunni. Því einstöfnina merkir mjög illa falið bak við trjágröður, þarna hotninu á Rauðarstíð og Guðrúnarsbraut, á Guðrúnargötu fyrirgefðu. Óskaði eftir við lögreglunum að taka götuna út. Það var gert, en það fór ekki lengra en það voru allir bílar í götunni sektaðir. Ég fór á fund með lögreglustjóra þá, bara sem íbúi, leikmaður, og þá var bara sagt að það er ekkert að gera. Þess vegna segi ég, mér finnst ótækt að það sé ekki búið að fara í gegnum einhvers konar úttekt bara til þess að ræða einhverjar varunaráðstafanir. Ég ætla ekki að fullyrða það, en ég álít sem svo að við þessar breytingar þá verið talsvert meiri aukinn hraði eins og má sjá, ég veit ekki svo horta myndir sem ég með upp á vegg, þessa götu tiltekna. Og að það skulle ekki verið hluti af ferlinu frá þeirri deild sem þú stýrir, að það hefði ekki verið lagt til að kanna hverjar mögulega varunaráðstafanir þurfa að gera samfara þessu. Og svo heyri ég það að það eru fullyrðingar einn bíl hver íbúð, vitandi að íbúa ástandi, ekki bara í Norðurmýri, heldur víða, hefur bara breyst talsvert síðustu ár og við þekkjum það sem skort á íbúðarhúsnæði. Hér búa mjög margir í einni íbúð sem var ekki til, sem bara hugsaði þó að það 15 ára aftur í tímann. Og bara taka til þær forsendur, þá held ég að stæðin notkun hverja bifreiða til þess að leggja bílu séu talsvert meira en þú ert að þylja það upp. Þess vegna er ég ósammála á þeirri forsendum. Þannig ég óskipti því. Það er klárt að segja hús. Já, það er bara nokkur hluti sem þarf að ræða og hérna hefur þetta eitthvað komið til tals að kanna hver bein áhrif verða á þessar tvær götur sem vísa út á Rauðarstíg með því að gera þetta, þá sérstaklega Guðrúnargötu. Og nú vill bara svo ótrúlega til ég býða þá götu, þannig ég hef horft á þetta af því að hún er breiður og býður upp á aukinn umferðarhraða og gerir enn. Takk fyrir mig.
Já, nei, alveg sjálfsög. Fyrsta lagi, Gunnargata eina fallegustu götunum, ég bara gaman að sjá einhvern sem bara, já, frábær garðar og falleg hús og mér finnst yndislega gaman að labba það. Mér var ekki kunnugt vandamáli með hraðakstur í götunni, mér finnst frábært að fá að heyra það. Endilega skrifa það inn í umsögnina frá íbúðaráðinu en ég mun sjálfur auðvitað taka það áfram, meta hvort að það þurfi að fara í einhverja varúðarráðstafanir eða umfram aðgerðir verði þessi tillaga samþykkt þegar þar að kemur. Það var ekki hluti af þessari tillögu að skoða hvort það þurfi að fara í aðrar umferðaröryggisaðgerðir samhliða þessu, það var ekki mat okkar umferðaröryggissérfræðings að þess þyrfti, en það er eitthvað sem má alltaf endurskoða auðvitað og umferðaröryggi alltaf eitthvað sem endalaust til endurskoðunar. Það verkefni sem hættir aldrei. En aftur, mér finnst bara frábært að fá alla þessa punkta og það væri ennþá betra að fá þá í umsögn til ráðsins þannig að sé hægt að taka upplýstar ákvarðanir. Getur við bara örlítið skrolla niður þess að við áttum okkur á því hvaða magna bílum umfram þessa 543 eða 4 bíla sem þú taldir. Þetta til dæmis hér Guðrúnargata. Þetta Gunnarsbraut horft til suðurs. Og þarna var norður fyrir gjöf. Já, til þess að bæta inn í, Gunnarsbraut það er lagt báðum megin í Gunnarsbraut í tillögunni. Þú ætlar að hafa þig óbreytt. Já. En þá, því til stuðnings, allir þessi bílar megnir til keyri gegn Guðrúnargötu þegar þeir fara út hverju. Nú tekið. Ok. Mjög góð ákvörðun, bara takk hérna. Ég var næstur, svo Sandra, svo Hanna, það eru bara fulltrúar íbúðar sem sko að tjá sig á þessum fundum. Já, ok. En það er enda sko undir liðnum málefni hverfisins sem í lokinu á fundinum, þar getur fólk komið með sín mál sko. Ok. En takk fyrir að koma og vera með okkur. Kannski rétt að byrja þú spurði sko til hvers við værum þetta var sendt í umsögn til okkar. Við erum til að gefa umsögn og við getum auðvitað lagt til gott sem hvað sem við viljum sko í þeirra umsögn. Þannig að þetta er samráðsferlið hér sko. Ég talaði við einhver íbúar sko sem höfðu samband fyrir fundinn og það voru mjög andstæð sjónarmið sko. Ég talaði við tvö sem hringdu mig eða höfðu samband og ég hringdi. En hann var annars vegar ungur faðir sko sem nefndi að sko hann væri í grunninn mjög fylgjandi til honum. Hann var óþolandi að fara með barn sko því að þú þyrfti bara að vera á götunni sko. En hins vegar hafa hann sko mikla áhyggjur af því sko hvað erum alltaf bílana sko. Það væri nú þegar slegist hvert stæði, þannig að hann var eitthvað að hugsa einhverjar, hvort það væri búið að hugsa einhverjar mótvægisaðgerðir sko, hvað það varðar. Svo talaði ég við arkitekt sem býr þarna og hún var hafði þetta áhyggjur af því að sko í fyrsta lagi að einhver svona merkingar á götunni yrðu bara ljótar og pössuð illa inn í þetta hverfi sko, þessar svona, hvað maður segja, nútímalegu bílastæðalínur sko, og það færi betur á að hafa, þú veist, merkingar á kantsteinum eða eitthvað svona. Hún hafði víst fengið þau svör að það stæðist ekki sko, væri ekki formlegar umferðarmerkingar í dag sko, en það með að koma því að framfæri annars vegar að reyna að gera eins fallegt á hægt og hins vegar sko að þarna væri gert ráð fyrir einhverjum x metrum per bíl, ég man ekki hvað eru margir sko, þá verða sko einhverjum metrana afgang sko þegar gatan klárast eða hraðahindranir, að það þyrfti eða sko mætti þá alveg, það er svona lengja bílastæðin 15 metra eða 15 cm eða hvað sem það er sko til að bara jafna þetta út sko, til að vera ekki svona hjákátleg einhvern veginn sóun sko, svo má segja. En hins vegar var sko, þú komst inn á áðan, eitt sem að þessi kona nefndi við mig sko hvað breytist með ákvörðunni sko, ef ég tek ákvörðun, Borgarstjórn tekur ákvörðun sko að það sé bannað að stela úr búðum sko, skilurðu, þú veist það er bannað, þannig það sem ég er að velta fyrir mér er sko
hver réttaráhrif ákvörðunar ef einhver, sko, er þetta einhvern veginn, sko, signal til bílastæðasjóðs eða lögreglu eða hvað nú sko, að ganga harðar fram, þú veist, á svæðinu. Því að það sko, í umferðarlögunum þarf, þú veist, bannað að leggja vinstra megin á einstaklega götum nema sé sérstaklega heimilað. Spurningin kannski annars vegar þessi ábending að gera þetta fallegt og nýta plássið vel. Hins vegar, kannski tvær spurningar til þín, sko, hvort það hafi verið hugað að, sko, hvað verður bílana og hvað breytist, sko, með þessu. Ef við byrjum á mótvægisaðgerðunum sem var hérna fyrsta spurningin. Við búum á svæði, ég bý ekkert svo langt þarna undan, þannig að ég bý á mjög sambærilegu svæði að ákveðnu leyti eða mörgu leyti. Við búum á svæði þar sem að við erum með ákveðin fjölda fermetrum sem eru gæðin sem við höfum til þess að deila. Það er búið að ráðstafa töluverðu auðvitað að því í lóðir, það er töluvert að því í almenningsgarða, það sem er eftir er síðan nota í gangstéttir og götur og bílastæði þetta. En það eina sem við höfum þá til þess að vinna úr ef við viljum ekki ganga á grænsvæði til þess að búa til ný bílastæði er þá að reyna að finna einhverjar aðrar lausnir og í þessu tilfelli þá er verið að innleiða gjaldskyldu í svæðunum í kring. Ég viss að gjaldskylda myndi hjálpa þessu hverfi alveg töluvert. Með gjaldskyldu þá fá íbúar heimild til þess að sækja íbúakort. Þannig að það væri, sem sagt, sé ég fyrir mér leið til þess að milda áhrifin. Manstu þegar ég talaði áðan, ég var að gleymin hvað var aftur hinn aftur. Það var arkitekt, fyrirgefðu, alveg rétt, já, það var ég sem svaraði arkitektinum. Hún var að tala í Danmörku til upplýsinga fyrir þau sem ekki vita hvað að ræða. Í Danmörku sem sagt alltaf 10 metrum eða 15 metrum frá kantbrún aðliggjandi götu, svo það heiti rétti orðið. Það er svona lítill þríhyrningur á kantsteinunum og þessi litli þríhyrningur segir að eftir þennan þríhyrning þá máttu leggja, en ekki fyrir þennan þríhyrning. Þessi umferðarmerking var inn í gömlu reglugerð umferðarmerki og notkun þeirra sem að felldu gildi 2000, eða var ekki bara núna í vor? Nei, núna í janúar jafnvel. Ég held að það var núna í janúar og eftir núna í janúar að þá er bara hægt að afmarka bílastæði með þessum hvítu línum. Það er Alþingi sem að setur þessa reglugerð, reyndar ekki Alþingi, það er innviðaráðherra sem að setur þessa reglugerð og það er eitthvað sem okkur ber bara að hlíta því miður. Aftur, þessi seinasta spurning, hún er alveg að koma, hvað var það aftur? Það var í raun þetta tvennt, sko, síðan voru þessar athugasemdir sko, það var sko, hvað breytist? Hvað breytist? Já. Í raun og veru, eins og ég segi, í raun og veru er ekki verið að breyta neinu lagalega. Heldur er þetta núna merki að við viljum tryggja aðgengi allra, við viljum tryggja aðgengi neyðarbíla og þá er þetta merki að fólk eigi að hætta þessari hegðun með að leggja upp á gangstéttum og leggja vinstra megin við aksturstöðvum. Sandra? Já, takk. Bara kannski ábending til formans. Ég sé nú hvergi í samþykktu fyrir íbúðarráðan að íbúum sé óheimilt að tjá sig eða spyrja spurninga á þessum íbúðarráðsfundum. Ég myndi nú halda til þess þeir, en allavega, þú veist, það er önnur umræða hvað þessi íbúðarráð í raun og veru valdlaus og useless, sko, ef við getum ekki einu sinni komið inn til skila og en bara, ég tek nú kannski ekki alveg jafn djúpt í áruna og Sigfús með, þú veist, að skipti máli hvað búa margir í hverju íbúð, bara við erum í miðborginu, við erum náttúrulega búin að taka þessu umræðu bílastæði og bílastæðafjölda bara 100 sinnum. En það sem mér finnst hins vegar áhugavert, bara, við skildarétt, það er ólöglegt að leggja þarna. Þannig ég skil ekki einhvern veginn af hverju, þú veist, það er tillaga. Ef það er ólöglegt að leggja báðum megin, af hverju er þetta eitthvað tillaga? Það er bara ólöglegt. Þú veist, þá er það frekar skilurðu bara brot hjá borginni að framfylgja ekki umferðarlögum með að bregðast við eða hjá lögreglunni að vera sagt að bílana eða eitthvað. Þannig ég bara minnst þetta dálítið skrítin
ferill. Það er raun og verið að leggja til bann á einhverju sem hvort er ólöglegt. Þú veist, bara leiðrétti mig ef ég fer með vitlaust mál. En svo kannski líka varðandi samráð, það kannski líka bara við íbúar að líta okkur nær með það að þú veist, fundirnir ekki vel auglýstir. Það líka okkar hlutur sem íbúar að miðla upplýsingum til íbúa í hverfinu og fá ábendingar. Þú veist, ég veit ekki til þess að við gerum það. Þannig að þú veist, við mögum kannski líka bara taka það til okkar að vera virkari í að þú veist, tala við íbúa því það eru við náttúrulega bara, þú veist, mjög fá og búum ekki öll til dæmis akkurat þarna. En ég líka tek undir það þetta með hraðaksturinn, þú veist, hvort að það fylgi þá ekki ef það eru aukna líkur með þessari breytingu sem samt í raun og veru ekki breyting, þetta hvort bannað samkvæmt umferðarlögum, að það verði þá reynt að gera einhver ráðstöfun til að koma í veg fyrir hraðakstur. Já, ef við byrjum á að breyting sé ekki breyting, algjörlega réttmæt ábending, og það var það sem að í raun og veru gerðist, var það ekki 2017 í Auðastræti að Reykjavík, að bílastæðasjóður fyrir hönd Reykjavíkur fór og lagði á gjöld á ökutæki sem hafði verið bent á að væru lagt ólöglegt, með ólöglegum hætti. Og ég vil kannski ekki endilega meina að það sé besta leiðin til þess að gefa til kynna að við viljum færa okkur yfir í þessa átt að tryggja öllum aðgengi og að vera með aðgengi viðbragðsaðal og sorphirðu. Þetta í raun og veru eina önnur leiðin sem við höfum. Það að búa til þessa tillögu sem snýra því að merkja það sérstaklega að það sé óheimilt, þótt að það sé óheimilt fyrir. Það eru þetta fordæmi fyrir því að það séu merkti staðir, það sem bannað að leggja að þeir séu merkti þá sérstaklega með umferðarmerki og það þarf þá að fara í mjög sambærilegan feril og auglýst í stjórnartíðindum og þess háttar. Þannig að já, einhvern veginn erfitt að finna góða leið til þess að útskýra hvernig við höfum að bregðast við eða ákveða hvernig við höfum að bregðast við vandamáli sem hefur verið til staðar núna í nokkra áratugi. Hvernig ætlum við að fara að breyta hegðun fólk sem hefur hagað sér með ákveðnum hætti í einhverja áratugi? Ætlum við að fara að byrja á því að sekta eða ætlum við að byrja á því að reyna að setja upp einhver umferðarmerki og vara fólk við fyrst áður en að fær sektina? Við ákveðum að fara þá leið núna og það má, við getum orðað þannig. Ég hefði ekki valið þetta starf ef ég hefði viljað vera góður við alla. Það bara svolítið... En það samt eitthvað samkvæmt reglunum, þá það eitthvað sem þið eigi að vera búin að gera. Vera með merkingar, vera sekta, því þetta bannað. Þú veist, svona bara stjórnsýslu og lagalega þá bara vísa sér frá. Þú veist, það frekar að þetta vera einna tillaga það að merkingar við bann á lagningu bíla verði bættar. Eða þú veist, það ætti ekki eins og vera tillaga því það ætti bara að vera þannig. Ég veist, mér finnst þetta, mér finnst þetta rosalega skrítin stjórnsýsla, sko. Já, ég skilji. Þú veist, og þið séu einhvern veginn að reyna að finna einhverja leið til að fylgja lögum eða leggja þetta fyrir umhverfis og skipulags, og þetta bara bull, sko. Já, mér finnst bara leiðilegt að heyra að þú upplifir það. Ertu ekki sammála við, þú veist, þið eru af hverju að leggja fram tillögu að banna eitthvað sem hvort bannað? Ef að, sko, svo ég ítreka aftur það sem ég sagði áðan, að þar sem að, þú veist, við erum með svæði þar sem að óheimilt að leggja samkvæmt ákvæðum umferðarlaga, en við ákvæðum samt að setja fram tillögu til umhverfis- og skipulagsráðs sem þá samþykkt eða hafnað eða hvernig sem það vísa til umsagnar. Við þurfum að fara þá leið ef við ætlum að setja upp umferðarmerki. Við getum ekki sett upp bannað að leggja merki öðruvísi nema að vera búin að fá þá samþykki frá umhverfis- og skipulagsráði og frá lögreglunni. Þannig ferlið okkar. En þú varst með aðra spurningu og ég ennþá að gleymin. Það bara varðandi, þú veist, ef að það verður, þú veist, ef að þessi til að verður samþykkt, að hvort að það verði gerðar einhverja ráðstafanir til að koma í veg fyrir hraðakstur eins og Sigfús var að benda. Já, aftur. Endilega koma með þetta í umsögnina. Við sáum ekki fyrir okkur að horfa á umferðar ekki sérstaklega, heldur að við ætlum að fylgjast með og sjá hvernig hlutinni myndu breytast í hverfinu. En
að gera að bæta þessu við í umsögnina frá íbúðarráði. Anna? Já, ég svo sem hef ekkert mikið við þetta að bæta, en ég smá forvitin hefur komið umsögn frá slökkviliðinu. Já, getur við séð þá umsögn? Sú umsögn mun væntanlega fylgja með inn til ráðsins út af því að þetta var sendt frá umhverfis- og skipulagsráði til slökkviliðsins til umsagnar. Já. Og það mun þá koma að vera hluti af fundagögnum umhverfis- og skipulagsráðs. Sigfús? Já, heyrðu, takk fyrir aftur. Ég skal reyna að vera aðeins líða rétt sem við þú talar fjölda ábendinga. Ertu með eitthvað tölu á taktanum hvað, er það að byrja 1 til 10, 1 til 100, 1 til 1000? Ég bara velti fyrir mér hvað er mikið. Ég er með nokkrar spurningar, viltu svara hverju fyrir sig? Já, ég það gleyminni það, ég held að það sé mjög snart. Ok, gott. Við getum sagt að þetta er ábyggilega svona á bilinu 5 til 10 ábendingar á ári. Á ári? Já, og frá mismunandi aðilum. Ok. Ég veit ekki hvernig ég á að spyrja það þessu, af því að þetta er þín tillaga, þetta kemur frá þér, þetta er þínu nafni, en þetta beinist ekki til persónunni Bjarna, skilur? Nei, engin. Ok. Er þetta þessi vilji íbúar? Ég held að það sé vilji íbúanna að tryggja sorphirðu, ég held að það sé vilji íbúanna að tryggja aðgengi fyrir alla, ég held að það sé vilji íbúanna að vera með nægt bílastæði fyrir alla, ég held að það sé vilji íbúanna til þess að allir geti notið sín. Í þessu tilfelli erum við á stað þar sem við þurfum að forgangsraða hverju við viljum fórna og hverju við viljum taka sem gæði. Ok, með 2 vikur og ég svolítið hnautum bara síðast startið sömdur á hann að þið tókuð ekki umferðaröryggið inn í þetta, en samt er það svona leiðastuði gegnum tillöguna, sko. Þannig ég er svolítið svona hvort er þetta umferðaröryggið eða ekki umferðaröryggið, ef það gildir bara öðrum meginn en ekki hinum meginn klingum, og svo bara svo síðasta. Ég veit ekki hvort það endar á þínu borðið, hvort þú getur sagðið það lagalega. Er það rétt að ef ég sé að formaður á sig segir íbúð og bílskúr og það er bílastæði, einkennslega bílskúr og hann leggur fyrir fram á bílskúrinn, má hann það? Ef að bíll skagar ekki út fyrir gangstétt, þá má leggja fyrir framan innkeyrslu á bílskúr, já. Og varðandi umferðaröryggi og að það sé eitthvað tvísýnt, þessi tillaga er hugsuð til þess að bæta umferðaröryggi. Og ekki bara umferðaröryggi, heldur líka þetta öryggi ef eitthvað kemur upp á inn í húsnæði í hverfinu. Það er svo meira kannski íbúðaröryggi fyrir ekki gripið frá mér? Nei, mest. Ég skil hvað við. Já, þú veit það, já. Það sem við vildum hins vegar ekki gera var að fara í hraðaminnkandi aðgerðir strax. Við vildum sjá hvort það yrðu breytingar og ef það eru breytingar að þá að meta með hvað hætti best verið að bregðast við út af því að við erum með mismunandi tæki í okkar tækjabóksi fyrir mismunandi vandamál. Við erum vantar að bóka eitthvað en ég held að þessi 2 hluti sem nefnir hljóta að fara að samfara. Það verða auðvitað eðlisbreytingar á umferð með þetta eins og getur ímyndað og eins og myndi þetta mín að sína henni. Ég held að ég er með mótlæra bíl, takk. Já, en bara svo ég fá að taka undir að það er alveg rétt, það verða breytingar, en við munum fylgjast með það. Það er bara gott að það er komið samhliða, sem svona ábyrgt stjórnmál. Skilja, mátt ekki. Sigur? Ég vildi koma með innlegg sem íbúi að ég styð Sigfús og ég styð sem íbúi öryggi í hverfinu. En það sem ég heyri sem íbúi er það að það þrengir að fólki með bíla. Fólk er að landa í vandræðum með bíli. Ég vil bara segja, koma með það. Ég er í miðborginni og gott og blessa af íbúðum og telur svona íbúðinni fór stæðið. Þá skulum við horfa á það. Það eru aðrir að koma í borginu og taka stæðið. Ég bara benda líka eins og núna menningarnótt að fólk bara taka dæmi eins og á Landspítalanum. Þá átti fólk vandræðum með að koma og vinna á Landspítalanum þegar fékk póstan ekki stæði í hverfinu. Við erum bara að horfa á það, við erum ekki með almenningssamgöngur sem að virka. Það er það sem ég ætla bara að koma á framfæri. Það er algjörlega móttekið og við reynum að koma í veg fyrir það eftir fremsta megni að fólk leggja á stöðum þar sem það er skortur á bílastæðum. Þess vegna erum við alltaf að endurskoða gjaldsvæðin auðvitað sem að verður eitt af málunum sem við tekjum fyrir og eftir. Það er okkar helsta stjórntæki við að ákveða hverjir geta lagt hvar, en bara algjörlega móttekið. Þá skulum við reynast íbúðakortin sko fyrst, þú getur að vera með íbúðakort, þú kemur heim og þú finnur einn stæði. Ég setti mig mest á mannsaskrá
Sko, ég held að sé mjög sammála sko stóru myndar hugsuninni hjá þér sko, því að við erum þarna með, þú veist, grófu hverfi og segjum að ég bústað sem ég skipti upp í 2 íbúðir sko og síðan 10 árum seinna þegar þær eru búin að ganga kaupum og sölum, þá kemur ykkur og segir af hverju 1 bílastæði hérna og kannski fór þetta aldrei í gegnum neitt ferli á borginni og á borginn þá allt í einu fara að retta öðru bílastæði fyrir nýja íbúð og svona, þetta sama saga verið í miðbænum sko og ef þetta með einhvern veginn að vera með nóg af bílastæðum til þess að séu 2 stæði per íbúð óháð því hvort að nokkra við heimilaðir eða ekki og að allir á Íslandi geti komið niður í bæ á bíl, einn í bíl á menningarnótt sko, þú veist, þá er ekkert að koma að sækja á menningarnótt því að vera bara bílastæði sko, þú veist, svona það er stóra myndin í mínum huga sko, þannig að ég held að sko, það er reyndar sko, við erum ekki með gjaldskyldu á dagskrá, er það nokkuð? Það er lögum auglýsing. Sko það er ekkert í gögnunum sko. Jú, það er auglýsing gjaldskyldu sem við fjöllum á síðustu fundi. Já, hérna, Aragata, Eiríksgata. Já, við fjöllum þetta á síðustu fundi sko og sendum inn nokkuð harðorða umsögn vegna þess að við fengum ekki að tjá okkur þetta áður en það var samþykkt sko. En þetta skjal er ekki í gögnunum. Jú. Þetta skjal í gögnunum en er komið í sérlið núna þegar komið misskilningur þetta verður. Já, en þetta er ekki sko þessar götur. Nei, þetta eru aðrar götur. Já, þannig að við erum ekkert að fjalla gjaldskyldu sem stendur til að taka gjaldskyldu á þessu svæði. Er einhver misskilningur í þetta? Já, útskýrt á hana, það er misskilningur að heiti tilraun eins og hún er kynnt þarna sem gagn í fundarlögum. Já, ég er að spyrja hvort að það sé annað lag af misskilningi að við hefðum átt að vera þá umsögn sko að þarna sé vitlaust skjal. Það er bara þessi auglýsing sem að tilheyrði þegar gögnin voru send út. Þessi auglýsing var með þessum lið sem við erum að fjalla núna en þegar við sáum sem sagt þennan mun og okkur að benda á að þetta væri ekki sama mál, þá var auglýsingin sett í sérlið. En er þessi rétt skil hjá mér sko að það stendur þá til að koma upp gjaldskyldu á þessu svæði sem að við erum ekki að bara tjá okkur um. Ég bara þori ekki að fara með það. Bílastæðasjóður heyrir ekki undir deild samgangna, það er sem sagt í raun og veru systurdeild okkar á sömu skrifstofu. Þannig ég þori ekki alveg að fara með það. Nei, bara það væri vont sko ef við fáum ekki að tjá okkur um þannig mál sko. En nú er ég svona aðeins búinn að týna þræðinum sko. Já, herri, ég er bara búinn að bila, en þú veist, ég er með sammála þessari stóru mynd, sko, en ég skil líka alveg, þú veist, áhyggjur einhvern veginn fólks sem að er búið að kaupa einhverja íbúð og allt þeim finnur ekki bílastæði og svo að fækka bílastæðum, skilur við, þú veist, einhvern veginn, það hjálpar að lítið að heyra, sko, ef að stóra myndin er góð, sko, þegar maður hugsa bara hver fjandanum má ég leggja, sko. Já, þetta er sama og við lendum í víðsvegar borgina þegar við þurfum að vega á milli bílastæði umferðaröryggi. Já. Tek undir bara. Eru fleiri sem að vilja tjá sig á svo stöppu? Kannski bara aðeins stutt, kannski ekki endilega efnislega, heldur bara svona hvað við gerum í framhaldinu, hvort við bókum sameiginlega sem ráð. Ég ger það fyrir íbúðarsendingu mun í bóka. Eitt af því breiði sem ég lagt fyrir formaninn. Ég bara ætlaði hvort við getum komið okkur saman, hvort við getum gert á millifunda, við kannski klárum það ekki í dag þegar við erum annað verkefni núna sem býr ykkur hinn með vegginn. Þessi fært í bóka þá að við ætlum að koma frá okkur ykkur gagni. Já, sko, ég er ekki alveg að pikka upp sko einhvern svona samhangandi þráð hjá okkur. Ég sá reyndar vissu að þetta lítið sko, þú veist, erum við á einhverju línu sko sem ráð hér og nú eða hvað? Þú ert ekki ánægð með þetta? Nei, mér finnst ekki fara saman að hljóða mynd með því að hér er gerða breyting og svo ætlum við að skoða í staðinn sem við erum búin að, nú er augljóst að við ætlum að gera. Við lærðum eitthvað af breytingum 2017, hver var lærdómurinn, mögulega þarf að ABC hvað það kann að vera og þetta er hluti sem ég segja. Við höfum götur Vesturbænum sem þröngar götur sem búar gera svona, ég veit ekki hvað kallir þetta svona Síkanir, já. Svona þrengingar sem er svona út alls að beygja.
sem íbúi og áhyggjur af barnafólki sem vissulega meginhluti þorra íbúa þarna, að það verði aukinn þessu og þetta verði mælt þannig áður en breytingin fyrir fram að það verði einhver forsendur til þess að meta hvað mögulega þyrfti að gera. En ekki bara svona bregðast við eftir á sem að maður gæti hafa sagt sér sjálfur. En ok, ef við má kannski aðeins. Nei, ég ætla bara eftir að spyrja hvað okkur finnst sem ráð. Þú veist, ég smá sammála Sindri, ef þetta bannað, þá er það bara bannað og hefur alltaf verið og... Ég er mjög kostur lögfræðingur sko, við Sandra saman í því sko að mér finnst það sko. Nú bara þarf að hægt að leggja hérna. En getur þið þá kannski sko sammælst svona að vera á einhverjum svipuðum nótum og Sigfús kannski aðeins tóna niður við fóða æsinginn að sko lækka tóntöð. Já, lækka okkur áttund sko að þú veist að við einfaldlega leggjum til að verði sko umferðarhraðarnir verði skoðaður og ráðast í viðeigandi aðgerðir ef mælingar, þú veist. Já, ég endilega það og samfara auki samráð við af því að ég gerir ráð fyrir af því að aftur tímasetningin þannig í lok júní og þá viljum til að við mörg okkar í fríi og ég gerir ráð fyrir bara tilfinning að þetta færi fram hjá megin þorra þeirra íbúa sem máli varðar. Auki samráð, hvort það kallar íbúafund, eitthvað sem kynningu frekar, því ég gerir ráð fyrir að það eru fleiri skipti sem ekki hærri en ég, sko. Sandra? Já, þú veist, ég bara líka formaður legg til að þú veist, það var bara að koma inn núna þessi auglýsing með gjaldskyldur, þú veist, varðandi liðina. Þú veist, við erum á liði 5 og í raun og veru snýst þetta bréf ekki stækkun gjaldsvæða, heldur þetta snýst þú veist, allt annað, þannig að fyrirsögnin á liðnum þarf líka að vera rétt. Við tókum ábendingu við þessu í pái, þetta var langt hjá okkur og við... Já, þú veist, þetta verður að vera skýrt, skilur við, þú veist, að líka bara upp á það þegar fólk að lesa gögnin og hvað við erum að bókum. Við erum ekki að fara að bókum gjaldskyldunum, við erum að fara að bókum þessi bílastæði og kynningun á því. Bara góða punktur, nótur að, sko, ég heyrði nú alveg það sem Sandra sagði áðan, sko, það er ekki oft sem að íbúar biðja orðið á þessum fundum með leyfi fundarins ef að leyfa íbúum að tjá sig hérna. Ég veit ég minna þessu. Takk, ég ætla enda að biðja að það kæmi skýrt fram hvort ég mætti tjá mig eða ekki. Það gerðist vel. Það gæti ekki held að túlkun Söndru verið mótmælt. Mér langaði bara að byrja á því, ég veit að við erum að tala þessa tillögu, mér langaði að byrja að gera athugasemd við auglýsingar þessa fundar. Ég fekk ábendingu að þetta mál hefur tekið fyrir að funda í dag og ég myndi að googla til dæmis fund, íbúafundur Norður-Mýri, það kom ekkert upp. Ég gæti ekki séð að þetta væri við Reykjavíkurborgar. Ég gæti séð að fyrir innan við sólarhring var postað á Facebook síðu íbúaráðs Miðbæjar Hlíðar status fundinn en samt var ekki ívent, en það var samt verið að vísa í annan ívent og mér finnst þetta bara eiginlega fráleitt. Auk þess, það náttúrulega form þessa samráðs mjög furðulegt ef að hér á sitja fyrir tómum sal og íbúar með ekki tjá sig og það er það sem á samkvæmt svörum að kalla þetta samráðið. Varðandi tillöguna sjálfa, það er ég bara mjög mikið svona lögfræði túlkun að hér séu lög svona fyrir og þetta er nú þegar ólöglegt og af hverju erum við þá að fara að banna þetta, hversu ekki brjótt skilti. Það kann að vera rétt, en ég bara svona biðla til ráðsins að velta fyrir þessu raunveruleika málsins. Hver hefur raunveruleiki fólks verið í hverfinu hingað til, í hvað hefur fólk horft að hefur verið að flytja þarna og bara stundum hefur lagatúlkun ekki verið í samræmi við raunveruleikann. Þannig er raunverulega eiga sér stað breyting á hugum fólks, hvort sem að það stangast á við lög eða ekki. Það er verið að fækka vissulega bílastæðum. Og það er þjónustuskerðing á vegum borgarinnar og þess vegna er ég að gera athugasemd við hversu lítið samráð er þegar er verið að skera þjónustu við íbúa í hverfinu og ég tek undir það að þetta er gróið hverfi þar sem er þétt búið þrátt fyrir að það sé lágreist þá er rosa mikið af litlum íbúum, litlum leigueigendum og það er þétt búið þarna. Staðan í dag er að þó að þetta sé gott hverfi til að vera fótgangandi á, þá er það samt ekki þannig að það sé hægt að vera algjörlega án bíls og bara vildi óska þess að staðan væri betri hvað það varðar. Sú staðreynd að
þetta sé lagt báðum megin heldur umferðarhraða niður. Ég myndi segja að fólk var ekki almennt varlega í þessu hverfi. Ég hef ekki sjálf orðið vör við vandamál varðandi sorphirslu. Ég meina, þú veist, það koma bílar, eða þú veist, það koma sorpbílar, þau blokka vissulega götun í einhvern smá tíma og það er bara eitthvað sem íbúar eru svo orðnir svona vanir og ég hef ekki séð heldur upp koma vandamál með sjúkrabíla. Og þetta er bara svolítið andinn í hverfinu. Við erum vön þessu fyrirkomulagi og það ég er svona á rosalega erfitt með að sjá vandamáli við það. Það er mikið tekið tilgangandi umferðar ekkert út af því að við leggjum uppbótargangstéttir og já, umferðin er hæg og það er farið varlega og þess vegna tekið undir þær sko áhyggjur að það sé ekki búið að mæla umferðarhraða í hverfinu af því að umferðin vissulega er hæg. Takk fyrir. Hérna bara fyrirfram, ég hefði glemt að kynna þig? Já, ég heiti Karítas, ég bý í Mánagötu. Takk, Karítas. Takk. Ok, hvað segir þið, Kolbrún, Geir, allir? Ég hef ekkert látið ykkur heyra, þið þurfið það ekkert, sko, Mér finnst gott að hlusta og fá fram þessi sjónarmið. Þetta er náttúrulega ég býð ekki sjálfur en þetta er náttúrulega eins og við þekkjum öll hvort ég held að við höfum öll sameiginlegt að fara í göngutúrana á til sko og þekki þetta hverfi og systir mín býð á nægt og svona. En mér finnst einmitt ég svo sem á því, eins og það sem Pétur var að nefna á hana, þess að fínt að reyna að finna einhverja sameiginlega línu, ég langt ekki að finna hana og það sem við getum kannski reynt að koma þessu sjónum á framfæri og ekki bara fínt að einhverjir taki að sér að hendi í drög ég er að horfa upp að einhver fari það að búa til drög og ég er mjög meðvitað ekki að horfa á Pétur núna en einhver kannski gerir drög að einhvers konar bókunum við hljótt eins og áður og getur við reynt að tóna þannig við getum alltaf komið sérstaklega sjónum með íbúa framfæri og við heyri það sem að gestir segja og aðrir að við megum endilega reyna að við eigum að vera málsvarar íbúa og þá getum við reynt að koma þessum sjónum á framfæri þannig að sem mest sátt ríki. Maður kannski bara aðeins grípa hann bolta sko því að það er engin frestur settur á okkur sko. Veistu hvenær þetta á að fara fyrir fund? Þetta er alltaf bara tekið fyrir þegar svör berast, umsagnir berast. Þegar ég er nefnilega sko ef ég leyfi mér að hoppa sko í annan lið svona örsnögt sko þá ætla ég að leggja til að við myndum sko hafa aukafund fyrir næsta reglulega fund hjá okkur. Sko og við finnum bara dagsetningu undir fundardagatals liðnum eftir einfaldlega vegna þess að það er einhvern veginn það er hellingur málum sem það safnast í saltin og ég nokkur sem þurft að segja við ykkur bara svona getið þið látið þetta bíða sko og ég held að væri fínt að reyna að vinna þann kúf niður bara á einhverjum aukafundi sko. Þannig að sko við gætum þess svona lagt fram og þú veist hvað sem einhverju umsögn á slíkum fundi sko. En bara fínt að fá þú veist sjónarmið fram núna þannig að maður hafa eitthvað að vinna með. Ég held að ég hafa tilfinninguna að sé að tala um mig þegar ég segi eitthvað sko. Ef ég má taka orðið þá held ég að ég muni styðjast þessa bókum fyrir hönd íbúasamtakanna en ég fagna því sem Karítas lagt hérna fram. Þetta er tilfinning, það sem ítrekað spurði ég Bjarna hvað væri fækkunin, hann segir tölun aðra en þetta er bara raunveruleikinn eins og hann er að birtast svolítið svona, þetta er afturkvöldun ákveðin gæðum sem og eins og sé Lísabjartur á hennar en ég held að við þurfum bættara samráð frekari kynningu þannig að fleiri og mögulega beittar eða mildar athugasemdir komi en það þurfa að koma fram, ég held að það er svolítið ljós. Þannig ég styð að við setjum saman einhverja bókun sem ráð en íbúasamtökin munu örugglega styðja bara við þessum svona hálforðari sem hluta sínum gögnum inn til ráðsins. Atli og Kolbrún, hafið þið einhverju við þetta bæta? Má ég bara aðeins bæta við, það er alveg fleiri stöðum í borginni sem allt í einu hverfa bara fullt af stæðum og sem íbúar hafa notað. Ef til dæmis bara dæmi Vörðuskóli, það er allt í núna leikskóli, það var ekkert haft neitt samráð eða hvað var það bílastæði og það er enginn sem segir neitt eða það er bara eitthvað sem gerist og við höfum raunina, getum við að segja. Varðandi Vörðuskólan reyndar þá kallaði það á breytingu á deiliskipulagi þannig að það fór í grenndarkynningu. Já, ok. Og bara er það til fyrirmyndar, endurst? Já. Ef það er lagi, það ger út eða lagi það, endurst? Ég er bara svona að segja að það hverfa bílastæði í borginni, það
Það er óhjákvæmilegt líka. Já, Allir langar þið að sjá það eitthvað eða? Nei, ekki það sinni. Þetta er bara mjög áhugavert og áhugavert til þér inn í áhugaverða umræðu. Ég held ég á bara að sjá þetta hérna á fyrsta fundi. Þetta er alltaf svona sko. Allir liðir. Hérna, ok, má ég þá leggja til að ég skrifa ykkur drög umsögn, ég reyna að, þú veist, hafa hann á þessum nótum sem við erum búin að ræða og leggja fram á næsta fund okkar sem geti mögulega verið einhver millifundur ef við komast þeirri niðurstaðir. Stið það. Endilega. Það komið í fundargerð. Flott. Ég bara leitir mínu eftir að bara Flott. Herði, ég ætla þá að fá að loka þessum lið. Eru þið afsakaður? Hvað segirðu? Er ég afsakaður? Þú ert afsakaður. Frábært. Takk kærlega fyrir að vera með okkur. Takk hérlega. Herði, þá er þess næst á dagskrá fundadagatal. Það er sko, það er þarna athugasemdir sko 24. október, vetrarfrí í skólum. Er það eitthvað sem þið viljið sko, þú veist, hnika til? Eða hvað? Ég mun ekki með það. Mér finnst það eðlilegt að sé hnika til því að þú veist, íbúarnir eru í vetrarfrí með börnunum sínum. Við höfum oft gert það sko. Alltaf. Það voru frí á mínu vinnustað líka. Er sko, hvað segja, starfsmenn fundarins, hérna, við erum að þetta að tekið frá sko þetta slott, hvenær er vetrarfrí? Við gætum verið daginn áður. Getum við verið á miðvikudegi 23. Er það, þú veist, er fólk að taka sér lengra eitthvað? Það er alltaf bara venjulegur dagur. Venjulegur dagur. Við höfum líka að skoða að vera viku fyrr, mögulega. Það er kannski svona hreinlegast á fimmtudegi. Svona fyrsta sem við viljum skoða, en þetta bara, ef við komum samkomlega daga þá myndum við gera það. En ef það eru svona nokkuð jákvæð gagnvart því, þá myndum við skoða það. Og senda ykkur alltaf dagbókarboð ef að... Já, ég myndi vilja, ég tekja þetta 2004 ferðir. 17. október. Bara viku fyrr. Já. Einhver athugasemdir er það? Nei, ekki sem upp með þarlega í mínu verkefni þessu stigi. Ok. Svo gerir ég ráð fyrir að við ætlum ekki að vera annan í jólum. Þú veist vera að laga fórið fyrir að fullur hætti það kannski með kökum. Já. Allir það er þú núna, þá ert kökumæður. Fórið með alltaf kökum. Nei, ég segir. En sko, þú veist. Viku fyrr. Já, en er 19. samtíð smá vonlaust? Það er svolítið vonlaust fyrir margan. Við getum líka að tekið stöðuna þegar nær dregur bara með þann málafjölda sem býður þá og já, það liggur ekki á ákveða þetta núna. Við erum ekki bundið með það að vera búin að binda það eitthvað x mánuði bara. Nei, þetta er bara einhverjum upplýsingar að gerður tilfæring á fundadagsningum eins og þannig að eins og með desember og þá kynnir hafið tímansara að þetta komast að neðstu hvort þessi förðlókun þá með desember eða bara þá yfirleitt verið að funda svona fram í miðjan desember sem þjóðanefndir og þá var að taka stöðuna til til mála sem tíða. Þegar að taka stöðuna bara þannig að dreifur eða eitthvað? Það er aðalega sko ef þú ætlar að auka fund fyrir næsta fund að þá þarf að hafa einhverja dagsetning á því. Heimir er að koma aftur í næstu viku og tekur þá aftur við þessu. Þá þurfum við að vera með einhverja hugmyndum að hvenær við ætlum að funda næst. Einmitt, það er það sem ég ætlaði kannski að taka næst sko. Sko, næsti reglulegur fundur hjá okkur er 27. Er of mikið á okkur lagt að
taka 2 vikur í röð að vera með 19. september. Ég væri frekar til í 12. Já, sko, ég faktist líka en ég að lenda á Keflavíkurflugvelli klukkan 15:15. Það kom frá Máritíus. Og eftir 10 tíma flug eða eitthvað sko, þannig að ég held að það væri bara ekki góð hugmynd hjá mér sko. Ég væri ekki laus við 14. september. Ég ekki laus 19. 14. og 15. eitthvað það sko. Megum við vera á öðrum dögum og 50 dögum? Sko þið getið alveg sett þetta og síðan verður bara Heimir að meta þetta út frá því hvenær hinir fundirnir eru hjá honum. Okay. Við getum þá alltaf fengið ykkur til að taka þetta og breyta. Hvað segir mánudaginn 16. með fyrirvara að Heimir sé sáttur með slíkt? Og bara leggjum við upp með það. Já. Flott. En bara sem ég sagt, ég þarf að kalla þig varamann frá 27. Ég verð ekki, ég er ekki það. Allir líka, ég. En 16. Nei, 16. kemst ég. Ég ætla að spyrja sér næst sko, ég áttum á því að komast ekki alltaf allir, þó það sé náttúrulega að hafa ykkur þetta og alltaf. Hvort það sé ykkur athugasemdir sko, við hinar dagsningarnar sem ég setti hann upp, það er að segja sko 27. og 28. þá er ég að hugsa sko, úps, þetta er það er Eurovision, eða eitthvað svona dæmi skiljið. Ok. Ég kemst alltaf hérna fyrir hann. Já. Ok. Að þú færi 2004, við gengum út úr því, þú færi þannig að vekka þessu vikuna. Jú, það hefði fært. Við ætlum að sjá þeim í jólinn og bæta inn aukafundi. Já, flott. Læsilegt. Ok. Ég held að við fáum svo bara fundarboð þegar endalega þetta sem ykkur liggja fyrir þegar. Jú. Flott. Það var næsti liður, það er afgreiðslubréf. Þetta er bara lagt fram, sem sagt, hverfisskipulagið. Ég held við höfum ekkert að segja, þetta er bara framlagning. Kom ekki það sem Ævar kom? Jú. Virkilega vandarplagg á mínum mati. Þá er það þessi auglýsingarnar sem að sko Það ruggla ykkur alveg. Sem að ruggla okkur dálítið. En já, þetta er lagt fram líka og þetta er það sem við bókum á síðasta fundi. Það býðist afsökunar aftur á þessu, en bara gerist. Ok. Við erum bara greingerðan og... Þetta er fint að við búum taka það. Já, sko, áður við lokum fundi til að fara við greingerðnar. Er greingerð ekki alltaf að loka það? Jú, það lokaði niður á málefni hverfisins þá. Já, þá höfum við kannski bara málefni hverfisins núna. Það getur fólk tekið það sem það vill. Íbúar líka. Eitthvað með eitthvað. Ég ætla kannski að nefna eitt sko sem að kannski svona, þetta er þróun sem veldur mér dálítið áhyggjum sko. Ég er búinn að sjá svona síðustu vikur nokkra betlurum á Laugaveginum sem virðast vera líka sofandi sko úti og ég var að bara koma sko, ganga heim Hallveigarstíginn í gær kvöld. Það var, þú veist, fólk sko í svefnpokum við ruslagánana hjá Krónunni. Og einhvern veginn svona, minnst það allt inn á sprotti fram bara á síðustu vikum. Frekar mikið. Ég einhvern veginn svona velta fyrir mér sko, sendi nú sko, post á Hörð áðan að tala henni síma sko, hvort þetta væri eitthvað fólk sem að, þú veist, þau þekktu deili á sko, ég var velta fyrir mér hvort það væri fólk sem væri núna á þjónustusvipt sko, eftir lagabreytingar þess efnis eða hvað sko. En þetta er einhvern veginn svona, þetta slæmar dálítið einhvern veginn í velferðarsamfélaginu í Íslandi sko. Líka svona fyrir framan bónus, þannig að þessum gamli bekkurinn var á. Einmitt sko. Sem það svefnpokum sko. Ég held að þetta snúist ekkert hvort við séum, þú veist, í velferðarsamfélagi ekki sko. Þetta fólk á rétt á gistingu og annað, þú veist, við erum bara að fá til okkar
Skilur mér, við höfum séð þetta í öllum Evrópuborgum sem við farið í. Þetta snýst ekkert velferðarkerfi því að ef einhvers staðar setja peningar í þetta hérna á höfuðborgarsvæðinu þá það Reykjavíkurborg. Og það bara óþolandi að lögreglan taki ekki á þessu. Því að það ólöglegt að betla. Já, ég bara tek undir að þetta snarreykist á viku. Þetta bara breyttist. Ég labbaði á Laugaveginn sko minnsta degi í vinnuna og allt í einu voru það sem var alltaf einn einstaklingur sem kannski, þú veist maður kannast við. Þá eru bara orðnir 4 á mínum daglega rútínu. Eina fólki sem dettur í hug sem Nefnum þeir eru að vera með réttindi í skýlum, er það ekki núna á Rauða krossinum. Almennt eru heimilislausir einstaklingar á Íslandi ekki út á götu að betla, þeir sækja gistiskýlum og annað. Og ég tek undir að mér finnst þess að íbúðaráð mætti sem það enda lögreglu að vísa þessum einstaklingum í viðeigandi úrræði. Já, ég styð það bara fullkomlega. Því að aftur ég bý náttúrulega hérna rétt hjá Bónus og þetta kannski ég bara, ég brjáluð þessu. Þú veist, mér finnst þetta líka bara að því ég veit, þú veist, bæði ég vinn í útlendingamálunum og inn á velferðarráðinu og ég veit að það úrræði fyrir allt þetta fólk. Þannig að þú veist, þetta er bara önnur menning og eitthvað og við eigum, þú veist, þetta liggur hjá okkur sem samfélagi að setja stopp, sko. Mér langar bara einhvern veginn svona að velta þessu upp, sko. Við erum ekkert með þetta dagskrá og erum ekki að vera, þú veist, bókan eftir með þetta eða slíkt, sko. En eitthvað sem kemur veg fyrir það að við bókum það Það sem kemur veg fyrir það einmitt núna er að þetta var ekki að dagskrá og ég bara en ég skal sko skrifa þetta fyrir hennan aukafund að við ræðum þetta aðeins, sko. Þetta er ekki skemmtileg þróun, sko. Ég skal taka að mér að gera dröga bókun varðandi þetta máli við viljum. Mér finnst að við eigum að hvetja lögregluna, að þetta er á borði lögreglunar, að sinna þessu betur. Ég styð það til að Sandru, ef formar gerir ekki atverðand. Nei, ég gerir það ekki. Hörður eru með. Hörður. Já. Kannski bara því að við Pétur vorum að tala saman fyrir dag vegna einhverja þessa máls og vettvangsráðgjafateymið er náttúrulega staðsett það sem ég er að vinna og ég skal bara ræða við þau hvort þetta sé fólk sem er eitthvað á þeirra vegum eða hvernig staðan er, þannig við erum bara að útiloka það og þau eru örugglega pottþétt meðvituð þetta ef þau fengja ábendingar. Þannig ég skal koma þessu til skila til þeirra. Ég segi Já, sög. Ég tek alfarið undir þetta og ég ætla að tala þetta og styðja það þarf að gera eitthvað við þessu því að það er ekki hægt að horfa upp á þetta líka bara fyrir íbúa og þeir sem eru að horfa þetta viti bara hvert þeir eru að hringja eða hvað er þetta að gera því að fólki stendur ekki saman þetta og náttúrulega málið með Bónus og Bekki það er náttúrulega sorgleg saga hvernig var en það er fellur undir það saman en það er búið að taka Bekkinn og þá ætti ég líka að tala það að það er fullt af það búa mikið af öldruðum fyrir neðan Hverfisgötuna og þeir eiga erfitt með að fara í Bónus því að þeir þurfa ofta að hvíla sig áður en fara í Bónus eða koma út úr Bónus þannig að það má ekki heldur hafa sama sem merkið þarna á milli því að það búið að taka Bekki nú er þarna fólk sem vantar Bekk og það er að labba niður á Vínberinu eða þess að geta á kvilt sér næst bara eins og ég hafi sagt það. Mér er skammsýnlaust að ætla bara að taka Bekkinn og hvað, ég held að þetta fólk myndi bara fuðra upp eða þú veist, þetta er samsetning íbúða alls konar en það er líka sem vekur áhyggjum hjá íbúðum í miðborg, það er þessi innbrot. Ég talaði áður á fundinum í voru og það er ennþá innbrot að alltaf. Það er verið að fara í bíla og bara, ég talaði þetta áður að það er til ég segi, krefja lögreglu, þá þarf að taka á þessu. Það er aftur öryggi íbúa, það er ekki nógu gott. Og það var eitt af því að með hendina áðan upp á lofti, það var annað, þú veist, ekki það, við höfum kannski rætt þetta oft, er þú veist umgengni eftir hátíðar sem eru haldnar hérna niður í bæ. Þú veist, hún er ömurleg og mér finnst það vera ámælisvert ef að það er ekki gert ráð fyrir inn í budgeti
hvort sem það er menningarnótt eða gleðigangan, að það sé þrifið í miðbænum eftir þetta og ekki á þú veist þriðjudegi, miðvikudegi, þá bara gera það bara á sunnudagsmorgni. Og ef ég má skjóta inn ruslahirða í sambandi við þetta. Það er bara, ég ætlaði að tína upp rusl á Klambrutúni en ég gat ekki sett neðst þar, sko. Eru fleiri sem vilja koma ykkur að undir málefni hverfisins? Ég hef rætt við formann vera með nokkur allir og óskar til að taka það á millifundinum, þannig að ég sperraði fyrir ósk formans. Ég held að sko, ég sé með eitthvað gott sem öll á bakinu sko með eitthvað mál þar sko, þannig að Það var sama hér, ég var bara að senda það málið. Ég veit það sko, og Það er ekki ræða núna, þú hefur góð afmælilega fyrir. Og það hljómar eins og ég sé eitthvað að barma mér sko, en ég er bara mjög þakkláttur að það hafi áhuga á hlutum og góðum mál sko. Og það er betur en hitt sko. Ok, eitthvað fleira? Má kannski aðeins spyrja út að ég herður að tala vorteymið í tengslu við þessa betlara. Er ekki lögreglan sem general skipir raun og veru gripið þarna inn í ef þetta er ekki heimilislausir aðilar? Ég skil ekki alveg hvað vorteymið þetta gera, en ég skil samt að hefur leitið eitthvað. Verður eitthvað að svara þessu eða? Eina sem ég ætla að segja varðandi vorteymið, að vorteymið fær alls konar ábendingar, sérstaklega ef að fólk er farið að sofa úti, þá skiptir engum máli hvort að það sé heimilislaust eða bara hverslags fólk þetta er, það fær alls konar ábendingar og þá fer yfirleitt og tala við fólkið, sama hvað það er, hvað það kemur. Þannig að, og ég, eins og ég sagði Pétur í dag, ég er nánast vissum að vorteymið veit af þessu fólki sem er farið að sofa úti þarna á þessu stað. Þannig að ég ætla bara að nefna þetta við þau og bara að því ég veit að þau eru öllum vilja gera til að hjálpa öllum sem að þurfa á því að halda eins vel og hægt er. En ég spyr það aftur, ég veit fólk sem sefur ekki bara þarna, það sefur líka í görðum, opnum görðum í miðborginni. Yktum að hringja í Reykjavíkurborg, það er endur ekki núna, þá var mér sagt að ég ætti sjálf að pikka í hann og segja hann að gera eitthvað. En hver er fyrirlið? Ég kalla eftir því. Von til dæmis. Já, hringi Von. Þau eru mjög fljótt á stæðinu. Ég ætla að segja það bara líka. Nei, ég meina svo er það bara ef einhver er að sofa ólöglega í garðinu, þannig að það bara hringir í lögreglunni. Lögreglan á að bregðast við þessu. Ég veit að hún gera það heldur ekki alltaf. En Von kemur. Já. Þau eru að sinna þessu. Ég segi bara að maður stendur ekki á sama. Alright, eitthvað fleira undir þessu lið? Nei, flott. Sko, þá er dagskrá tæmt fyrir utan þessar greinagerðir vegna styrkja. Þá lokum við fundi bæði streymi og þakka bara gestum kærlega fyrir komuna. Þetta